Þegar við ætlum að tengjast Postgres gagnagrunni með Node.js þá þurfum við að sækja pakka til þess og við ætlum að nota Node Postgres sem er hrein JavaScript útfærsla sem því að það notar ekki neinn library eins og til dæmis úr C library sem að tengist ofan á það og nota það til að tengjast gagnagrunnum, heldur er þetta bara JavaScript sem tengist Postgres klientnum samkvæmt staðlinum og við sækjum þetta með npm og pakkin heitir PG fyrir Postgres og hann býður upp á bæði callback og promise viðmót á aðgerðum. En til þess að tengjast gagnagrunnum höfum við nokkra leiðir. Við getum séð það í skjölunni fyrir PG pakkan en aðalega er það að við getum búið til einn client eða við getum búið til svona connection pool sem er þá samansafna tengingum og tengst í gegnum það. Þegar við erum búin til client þá erum við að búið til eina staka tengingu við gagnagrunnin sem við síðan lokum og síðan þegar við ætlum að búið til aðra tengingu þá búið við til hana, opnum tengingu við gagnagrunnin, lokum henni og gerum þetta fyrir hvert einasta skipti sem við viljum gera eitthvað. Og þetta getur við lent í vandræðum ef við til dæmis erum með marga samtímanotendur sem að fara á vefinn okkar og reyna að opna, hver og einn þarf að opna tengingu við gagnagrunnin og loka henni, opna og loka og þetta skalast illa. Til þess að koma í veg fyrir það að alltaf þetta opna og loka þá getum við búið til svona connection pool sem er samansafn af ákveðið mörgum tengingum sem er þá í raun bara stillingaratriði út frá því hversu mikla trafíku við viljum, hversu góðar vélar við erum að nota en í grunninn er það þannig að við fáum tengingu úr þessu pool af tengingum, gerum aðgerðin okkar og skilum síðan aftur í poolið fyrir næsta. Þannig að þá þarf við raun ekki að bíða eftir að gagnagrunnin opnist, heldur bara að bíða eftir því að það losni tenging í þessu pooli. Og þetta er sett æskilegt fyrir vefforrit sem ætla að opna fleiri en eina eða tvær gagnagrunnstengingar samtímis að hafa connection pool. Og við ætlum að nota það í okkar verkefnum. En tengingin athugar hvernig á ég að vita hvaða gagnagrunni á að tengjast með því, ef við skilgrunum ekki neitt, með því að athuga environment breytunar, PG user, PG host, PG passport, PG database og PG port. Ef það eru til skilgrundar, þá eru þær notaðar og tengst þeim gagnagrunni sem er skilgrundu þar. Það gæti bara verið einhver. Við viljum ekki gera það, við viljum vera explicit í því hvað við ætlum að tengjast og við ætlum að tilgreina sérstaklega þessi gildi. Og við ætlum að gera það ekki connection string, en það er url sem skilgreinir allar þessar breytur sem Postgres klientinn þarf til að vita hvert tengingin á að fara og hún lítur þá þannig út í staðan fyrir með HTTP þá erum við með Postgres, síðan erum við með user, tvípunkt, lykilorðið þannig notanda, @merki sem að skilgreinir þá að því ljúki og við tekur host, síðan kemur tvípunktur hugsanlega, port á gagnagrunninum og síðan skástrik hvaða gagnagrunni á að tengjast. Og þetta er hentugt þar sem að þá eru allar upplýsingarnar í einum streng. Þannig að ég get skipt þessu auðveldlega út, það er að segja auðveldlega en að breyta 5 breytum og þetta hendar vel þegar við ætlum að tengjast einhverjum gagnagrunni á vélinu okkar og síðan í Heroku þar sem við erum búin að setja upp sama gagnagrunn. Síðan höfum við prepared statements sem eitthvað sem PG pakkin styður en það eru leið til þess að aðskilja SQL fyrirspurnina frá gögnunum sem við erum að senda með fyrirspurninni. Þetta minnkar líkur á injection árásum sem er þá að gögnin á einhvern hátt spilla fyrirspurninni og láta fyrirspurnina gera eitthvað sem hún var ekki ætluð til en með því að aðskilja þeim þá minnkum við líkurnar töluvert á því að við lendum í svoleiðis árásum. Og þetta ætlum við alltaf að nota þegar við erum að senda inn gögn frá notendum. Og þá er það þannig að við erum með eitthvað query sem er þá þessi skipun og í staðinn fyrir það þar sem við ætlum að setja inn gögnin okkar þá setjum við inn svona placeholdera fyrir breyturnar þar sem að þetta gildi mappast yfir í þetta gildi í fylki sem við sendum inn í query fallið í klientin. En ef við skoðum hvernig þetta lítur út með því að skoða dæmi að þá er þetta dæmi sem fylgir þessum fyrirlestri og hér er readme sem fer nákvæmlega yfir það hvernig við búum til þennan gagnagrunn og við slum bara fylgja því en við erum sér hérna með OP Terminal, við erum með PSQL setup, við erum með keyrandi Postgres gagnagrunn. Við ætlum að byrja því að bara henda þessum gagnagrunni hérna ef hann er til og nú er hann bara farinn, hann er ekki lengur til
Við ætlum að búa hann til og nú gagnagrunnin til og fyrsta sem við ætlum að gera að nota ekki sjálfgefin notanda. Við ætlum að búa til sérstakar notanda sem forritið okkar ætlar að nota til þess að tengjast. Og af hverju viljum við gera það? Það getur hjálpað okkur við það að búa til notanda sem með takmarkaðar heimildir til þess að gera eitthvað við gagnagrunnin. Til dæmis erum við með vefforrit sem hefur bæði eitthvað viðmót þar sem að notandi getur komið og búið til færslur og eitt demo og eitthvað svoleiðis. Síðan höfum við líka almenna síðu þar sem þú þarft ekki að vera innskráður notandi sem bara allir á internetinu geta komið og skoðað gögnin. Fyrir það notanda sem getur bara skoðað gögnin þá hægt að búa til notanda sem bara má skoða gögnin, sem má bara keyra select-skipanir og þó svo að eitthvað opnist, einhverjar hólur séu í forritinu okkar að þá getur þessi notandi aldrei eytt eða breytt gögnum. Hann getur bara lesið þau og þetta getur verið svona meira örugg leið til þess að skilgreina það sem við verum að passa upp á hverjum einasta tímapunkti hvað það minnsta sem ég þarf til að geta framkvæmt mitt verkefni. En allavega við ætlum ekki að fara nákvæmlega í það, við ætlum bara að búa til notanda. Þannig við ætlum að gera það hérna með sérstökum notanda. Við erum búin að búa til gagnagrunnin. Við ætlum að gera hérna create SQL og þá getum við skoðað hérna. Það oft búið til svona SQL skriftur í SQL skrám. Við ætlum að segja ef það til role sem heitir vef2 user sem notandinn okkar, þá ætlum við að henda honum. Þá bara getum við keyrt þetta oft aftur ef við lendum í einhverjum vandræðum en við viljum prófa okkur áfram. Síðan ætlum við að búa til þennan notanda með afskaplega lélegu lykilorði, við myndum vilja nota betra lykilorð sem þá 1, 2, 3. Síðan ætlum við að gefa þessum notanda öll privileges, hann má gera allt á þessum gagnagrunni, hann má gera allt í öllum töflum og öllum sequensum. Og við keyrum þetta og þá keyrum við þetta með PSQL hérna með því að segja að þetta minna en hérna sem að sendi þetta skjal inn í PSQL tengdan við þennan hérna gagnagrunn. Við keyrum þetta og við fáum drop role, create role, grant sem það sama og við skilgrindum hérna sem passar þá við. Við getum líka tekið þetta, kopíað og sett þetta inn í PG-admin til að keyra þetta þar. Eða við getum skrifað þetta eða gert. En það oft gott að gera svona aðgerðir sem við viljum gera oft í skriftum. Það sem við getum í raun sett og ef eitthvað kemur upp og við þurfum að byrja frá byrjun að þá getum við keyrt þessar skriftur okkar í röð til þess að komast á sama stað. Síðan ætlum við að búa til skemað og skemað þá í raun þessar töflur. Hérna við raun bara að setja þetta inn í public skemað en við ætlum bara að búa til eina töflu. Ef við ætlum að búa til fleiri töflur getum við setta hér og þetta bara sama töflan og í fyrir dæmum. Svo við ætlum að búa til þessa people töflu og þá ætlum við aftur keyra þetta svona og þá þetta í staðinn fyrir það að opna PSQL í gagnagrunnum, copy-pasta og keyri ég ákveðna skipun. Svo geti ég sett þetta saman í eina skipun og keyra margar skipunir þannig að ég geti þá búið til aftur þetta sem maður getur replikatað eitthvað ákveðið umhverfi með því að keyra eina eða fleiri skipunir. Nú bjóð ég til töfluna og þá með við þetta þá ég með hann vef2 user, lykilorðið 1, 2, 3 og við getum þá opnað forritið okkar en þá ætlum við að byrja því að opna hérna select og þá erum við hérna að nota .env pakkan til þess að lesa upp úr env skjali hérna. Hérna erum við með í default erum við með sjálfgefin notanda en við ætlum að skipta út fyrir notanda sem við byggum til sérstaklega. Við viljum svo fara aftur hérna í select og þá í raun þessi hérna pakki mun lesa úr þessari env-skrá, setja þetta gildi í database url á process env hlutnum. Við ætlum að kasta þeim yfir í connection string og ef það ekki skilgreind þá ætlum við að nota hérna eitthvað sjálfgefið. Við ætlum líka að lesa upp úr node-env inn í node-env breytu sjálfgefið og það verða development og þetta hérna til þess að við getum keyrt þetta dæmi bæði á okkar vél þar sem við erum að þróa verkefnið okkar en við getum líka sett þetta upp á Heroku og þá þurfum við sérstaklega á Heroku að passa upp á það að við sendum hérna SSL sem að við þurfum að senda þetta reject unauthorized false annars lendum við í vandræðum og við tökum þessar stillingar, við setjum það inn í hérna pg.pool sem við erum búin að importa hérna importa pg pakkanum. Við segjum síðan búðu til connection poolið með þessu hérna. Síðan ætlum við að segja ef það kemur villa þá ætlum við að setja event handler fyrir villur sem að þá loggar út ef eitthvað kemur upp á og hættir í forritinu okkar. Síðan höfum við hérna bara einföldustu skipun sem við getum
sem þó nokkra línur. Þannig að við erum hérna með bara main fall að við erum að nota async og await. Við ætlum að búa til client, við ætlum að reyna það með því að nota try-catch utanum, af því að það gæti verið að við fáum ekki tengingu og þá viljum við geta hætt og loggað út hvað gerðist. Við viljum ekki að komi unhandled exception í forritun okkar. Við ætlum að bíða eftir því að fá client úr poolinu, síðan ætlum við að bíða eftir því að clientin okkar query með því að selecta hérna frá people og við ætlum að console logga þá niðurstöðu og síðan ætlum við að losa clientin okkar aftur í poolið en síðan ætlum við bara að loka poolina því að þetta bara forrit og ef við gerum þetta ekki þá keyrir forrit endalaust af því að það aldrei losað af event loopinni. Við keyrum þetta, select fyrst og þá sjáum við fáum alls konar hérna tilbaka og við fáum þá permission denied for table people og þarna getum við verið að lenda í einhvern svona permission málum en nú skulum við aftur keyra staðfesta við sem rétt hérna vf2 user við erum með create hérna vf2 user 123 skulum aftur keyra þessa skriftu hérna sem að gefur þessi leyfi við droppum þessu við byggum because some objects depend on it en það eru einhverja tengingar hérna sem að við erum í vandræði með en það var samt gefið þessi leyfi við sjá hvort við getum keyrt þetta aftur það gekk núna en þetta sýnir í raun að það getur verið að við þurfum að gefa réttindin á ákveðnum tímapunktum og þetta flóknara en skildi að vera að manage þetta sjálf svona í gegnum þetta en það góða að þegar við erum með einhvern svona managean server og þegar við notum þetta á Heroku þá fáum við þennan tengistreng og við vitum að þessi notandi getur gert þessar breytingar sem við skilgreinum. Þannig að við keyrðum select, við fengum enga raðir tilbaka, við skulum breyta því með því að keyra insert og þá erum við með þetta nákvæmlega sama hátt hérna nema hérna erum við með prepared statement sem að bæti við Mr. Foo og keyri þetta með query og values þannig að við keyrum hérna node insert og við fáum tilbaka insert row count 1 þetta var til ein röð og ef við núna keyrum aftur select þá fáum við tilbaka hérna í rows þá fáum við tilbaka rows og þá fáum við tilbaka fylki sem með object sem þá inniheldur öll gögnin og þau eru jafnvel fyrir boolean, fyrir date fyrir number, fyrir streng, öll með réttri típu miðað við JavaScript. Svona tengist við með Node við Postgres grunna.